Jæja, komið þið sæl. Ég ætla að gera smá vísindatilraun í dag. Þið hafa kannski heyrt af því að svona örbylgjuofn, hann er mjög skilvirkur í því að hita vatn. Allt af því svona 70% af orkunni sem að örbylgjuofn eyðir fer í það að hita vatnið. Á móti því að þú notar til dæmis pott og hellu, að þá fer ekki nema það bil 30% af orkunni í það að hita vatn í potti. Sem sagt mikið af orkunni fer til spillis og ekki í það að hita þá matinn eða vatnið í þessu tilfelli. En mig langaði að sjá hver ætli munurinn sé á því að hita vatn í svona örbylgjuofni á móti svona hraðsuðukalli. Skyldi hann vera áhrifaríkari eða orkusparneytnari? Það væri áhugavert að vita fyrir svona þá sem að vilja vera umhverfisvænir og fara vel með orkuna. Á maður að hita vatnið sitt í öbbanum eða með kallinum. Nú ég er búinn að setja upp smá svona tilraunastofu hérna. Í fyrsta lagi þá var ég náttúrulega búinn að tengja hérna svona straummæli við klóna þar sem að rafmagnið kemur út og þannig að rafmagnið það fer í gegnum straummælin áður en það fer aftur út hérna í fjöltengið og þar ætla ég að tengja tækin og prófa að hita vatn upp að suðumarki og svo ætla ég að taka tímann sem það tekur að hita vatnið og reikna út hvað það var mikil orka. Og þið sjáu núna að það er ekkert í gangi á tækinu, þannig að mælerinn hann sýnir nokkurn veginn 0 ampere. En ég er með hérna svona lampa líka, bara til að sýna ykkur, og hann er sagður vera, ef ég les hérna á miðan, sem að fylgir snúrunni, hann er sagður vera 4,4 vött. Þannig að ef ég kveiki á lampanum, 4,4 vött, það er ekki mikið, það er mjög lítið, þetta er svona LED-pera. Og ef ég kveiki á lampanum, þá sjáum við að það er hérna 0,02 ampere. Og ef ég reikna það bara hérna með minni traustu reiknivél, ég hef búin að finna það út að spennan hérna í húsinu, hún er 230 volt. Þannig að ef ég reikna hún er 233 sinnum 0,02 þá fæ ég út 4,66 vött. Það er svona aðeins meira heldur en það segir á miðanum. En þá sjáum við að þetta er svona nokkuð nærri lagi. Nú svona örbylgjuofn, hann er 1150 vött á fullum krafti. En ketillinn, hann er töluvert meira, hann er frá 1850 til 2200 vött. Þannig að hann kýtlar alveg upp í það mesta sem að mælirinn með þolir, eða 10 ampere. Þannig að það tekur mikið meiri straum, en það er spurning, er hann þá bara líka tvöfalt fljótari? Og ég er með hérna nákvæmlega 1 lítur af vatni í kallinum og ég ætla að byrja á örbylgjuofnum. Þannig að ég ætla að setja vatnið bara hérna í 1 lítur af vatni sem fer hérna í svona plastílát. Það er mjög mikilvægt að þetta sé plastílát sem er ætlað fyrir örbylgjuofn vegna þess að ef ég myndi setja til dæmis keramikskál eða skál úr gleri eða eitthvað slíkt þá getur verið svona einhverjar agnir í því sem að örbylgjuofninu væri að hita upp. Þannig að það myndi þá ekki gefa kannski alveg réttan samanburð. Þá skelli ég þessu bara í ofninn og ég þarf náttúrulega að taka ljósið úr sambandi af því að það er hérna á, þannig að mæliðin sýnir 0. Nú er örbylgjuofninn komin í samband
og það er slökkt á ljósinu. Þannig að það er bara örbylgjuofninn sem að draga straum hérna í gegn. En það er svolítið áhugavert að þó ég sé ekki búin að kveikja á örbylgjuofninum, þá samt smá straumur að renna í gegnum hann, bara við það að hann standi þarna. Og þetta kannski einhver galli eða bilun í þessum tiltekna ofni. En já, það er áhugavert að þetta kom í ljós. Þannig að hann að eyða svona eiginlega jafn miklu eins og þetta ljós. Bara við það að vera tengdur við straum. Bara 24/7 og alla daga ársins. Það er náttúrulega ekki mjög umhverfisvænt. En heyrðu, ég er komið með vatnið í, set á fullan kraft og ég set bara fullt af mínútum og já, set klukkuna á stað. Svo ætla ég að reyna að fylgjast með því hérna í gegnum glerið hvenær vatnið byrjar að búbla. Ég ætla að láta það búbla svolítið hressilega, svona eins og það myndi gerast með ketilinn. Og þið sjáið að örbylgjuofninn hann er að draga svona 5,5 amper í straum, nokkuð stöðugt allan tíman. Það er alveg stöðugur orkustraumur. Nú eru liðnar rúmar 5 mínútur og það er ekki ennþá byrjað að bubla vatnið. Þannig að það er allavega orðið ljóst að örbylgjuofninn er töluvert lengur að hita vatnið heldur en hraðsuðuketillinn sem stendur þá undir nafni. Og það sem meira er að straumurinn er búinn að falla jafnt og þétt. Í upphafi þegar ég setti vatnið inn þá var það 5,5 amper en þetta virðist ætla að enda í 5 amperum, þannig að það verður smá kunst að reikna út orkunotkunina í lokin. Já, nú er hann búinn að vera í nærri 18 mínútur og mér sýnist að það sé svona byrjað að búbla. Vatnið, já, það er byrjað að sjóða, það er engin spurning. Þannig að ég ætla að stoppa hérna klukkuna. Þegar ég stoppaði klukkuna þá er þetta komið niður í 4,9 amper cirka. Þannig að, já, það verður ekki sagt að þetta sé svona hraðsuðu örbylgjuofn og ástæðan fyrir því að straumnotkunin féll svona niður er sennilega af því að ofninn hitnar töluvert mikið að utan og það er svona magnetróna hérna inni sem að sendir örbylgjunar inn í ofninn. Og viftan sem er alltaf í örbylgjuofnum, hún er ekki til þess að kæla hérna inn í hólfinu, hún er til þess að kæla magnetrónuna sem að gefur út geislana sem að hitnar sennilega nokkuð mikið við það að gefa út alla þessa orku. Og það er sennilega ástæðan fyrir því að straumnotkunin fellur. Það er af því að magnetrónan hún er ekki eins skilvirk eftir því sem að hún hitnar. Og það er kannski rétt að vara við því að svona ílát geta náttúrulega verið heit þó að örbylgjunar hiti ekki ílátið sjálft. Þá þegar vatnið sjóðhitnar þá hitar vatnið ílátið hins vegar. Þannig að það getur verið góð hugmynd að nota hanska ef maður er að elda mat eða eitthvað slíkt í svona. Jæja, en þá er komið að hraðsuðukallinum. Ég er búinn að setja 1 lítra af vatni í hann og það er að sjálfsögðu bara beint úr krananum eins og ég gerði með örbylgjuofninn og ég tók náttúrulega örbylgjuofninn úr sambandi og allt annað. Þannig að það er bara ketillinn tengdur við. Og ég ætla þá að kveikja á katlinum og setja klukkan í gang alveg eins og síðast. Og klukkan. Það er strax greinilegt að ketillinn hann dregur töluvert meiri straum. Það virðist vera nokkur meginn fastur í 8,4 amperum svona fyrstu mínútuna. Og núna strax eftir 2 mínútur þá að byrja að koma mikið svona hljóð frá katlinum. Hluti af orkunni sem að ketillinn dregur er náttúrulega fer í að það búa til hljóð og eins með örbylgjuofninn og að hita aðra hluti heldur en vatnið
sjálft. En hérna eftir tæpar 3 mínútur þá straumurinn ennþá nokkurn veginn svo sami. Og þarna þetta byrjaði að gerast. Ég held ég stoppi klukkuna bara hérna. 3 mínútur og 10 sekúndur. Og fljótlega eftir það byrjaði að bullsjóða. Það sennilega tekið aðeins lengri tíma með örbylgjunni þá. Ég held að ég muni halda mig við ketilinn til þess að búa til te. Einfaldlega því að hann miklu fljótari. En svona örbylgjuofna aðferð þrælsniðug ef maður að sjóða hrísgrjón til dæmis. Þá getur maður soðið hrísgrjónin í svona plastíláti og borið það fram í ílátinu líka og það miklu auðveldara að þrífa allt eftir á. Svona á móti því að gera það í potti. Svona gerir maður lúxuste. Alltilega að síða þetta 2 eða 3. Jæja, ég þá búinn að reikna þetta út. Maður gat nú séð mjög fljótlega eftir að tilraunin hófst að ketillinn myndi standa sig mikið betur og það var líka það sem að ég hafði lesið. Ketillinn, hann tók 372 kílójoule af orku til þess að hita vatnið upp í 100 gráður. Á meðan að örbylgjuofninn tók 1,3 megajoule. Það nærri því milljón fleiri joule sem það þurfti hjá örbylgjuofninum eða 3,5 sinnum meiri orka. Og hérna sjáum við að samkvæmt eðlisfræðinni að þá þarf 330.000 joule til þess að hita 1 lítra vatni upp í 100 gráður, eða sérst upp í suðu. Þannig að byrja að sjóða og þá getum við reiknað út nýtnina í katlinum sem alveg furðulega góð. Það sérst nærri því 90% af orkunni sem ketillinn notaði fór í að sjóða vatnið en ekki að hita umhverfið eða búa til hljóð. Á móti hins vegar þá fór aðeins 25,5% af orkunni sem að örbylgjuofninn notaði í það að sjóða vatnið. Kannski þetta af því að örbylgjuofninn sem ég með mjög gamall og lélegur. Miðað við það sem að ég hafði lesið á internetinu þá eru örbylgjuofnar að standa sig aðeins betur en þetta yfirleitt. Kannski 40–60% nýtni. Þannig að þetta sennilega ekki mjög góður örbylgjuofn sem ég með. Það þá helsta niðurstaðan af þessari tilraun. Kannski ef ég hefði notað minna vatn þá hefði örbylgjuofnin komið betur út í samanburðinum. Kannski ef ég hefði bara verið með hálfan lítra af vatni. En þetta sýnir okkur samt jafnframt að hvað gamli góði hraðsuðuketillinn er góður til þess að sjóða vatn. Og ég minni á að það oft talað að svona eldavélar hella og pottur, að sjóða vatn í potti á hellu, að það sé það bil svona 30% nýtni af því. Þannig að það segir það ýmislegt þennan örbylgjuofn, hann greinilega ansi slappur. Það kannski rétt að minnast á það að þessi tilraun hefur auðvitað verið gerð margsinnis áður af mörgum mismunandi áhugasömum aðilum. Þannig að ég ekki að finna upp á neinu nýju hér. En þá hafa menn nú fengið út að örbylgjuofnin sé með það bil 50% nýtni. Þannig að það segir mér að þessi örbylgjuofn sem ég með, hann nokkuð slappur. Og kannski breytir miklu þarna að vera með svona nýrri gerð af örbylgjuofni og eins að vera með örbylgjuofn sem svolítið öflugri. Mig grunar að þessi ofn sem ég með hann sé hreinlega kannski ekki nógu kraftmikil til þess að ná að sjóða vatn. Hann þarf að eyða allt of mikið af orku í langan tíma.
En hérna hafa menn fengið út á svona kannski ein tegund af katli 70%, önnur 80%, en svo eru spanhellur að koma líka mjög vel út. Þannig ef að fólk að sjóða vatn með span, að þá fer ekki mikil orka til spillis í það að hita bara upp helluna sjálfa, af því að orkan fer beint í það að hita upp pottin og þannig nýtist hún betur. Þannig að þetta getur líka verið fróðlegt að gera þessa tilraun seinna. Þakka ykkur fyrir að fylgjast með þessari tilraun. Kannski seinna þá gefst mér tækifæri til að bera saman nýtnina á því að hita vatn á hellu og í potti. Þá þarf ég aðeins að breyta öllu setupinu, en það væri fróðlegt að sjá hvort að það sé á svipuðu nótum og það sem ég hef lesið. En já, kemur skemmtilega óvart hvað ketillinn er góður. Ég ætla bara að skála í te fyrir því. Góðar stundir.